Góðan daginn og velkomin í Silfur Egils. Við ætlum nú að halda okkur dálítið mikið við skýrslu rannsóknarnefndar í þessum þætti. Fáum hérna meðal annars Árna Bergmann sem hérna hjá mér og Kristínu Þóru Tómasdóttur og Árna Svan Danielsson. Þau eru bæði prestar. Við ætlum að fjalla reynda líka orkuverð hér á eftir og lífeyrissjóði, framistöðu fjölmiðla í aðdraganda fjármálahrunins og fáum svo í lokin Njörð P. Njarðvík, prófessor emeritus hér í settið. En við skulum byrja á ykkur, Árni Svanur og Kristín Þórunn. Þið hafið verið að blogga meðal annars ég vil ekki bara segja reiðina í samfélaginu. Og var svona velti fyrir sig að þið eru prestar, ekki prestar að tala um fyrirgefningu og boða fyrirgefningu, en þið eru frekar að tala um reiði og hún er rétt á sér. Já, við höfum kannski talað um hvort tveggja, en það er rétt, við skrifuðum stuttan pistil sem að birtist í Fréttablaðinu og var líka að bloggfærslu sem við kölluðum það sem gerir okkur reið, sem að kom í vikunni, birtist í vikunni eftir að skýrslan kom út. Og við vorum eiginlega svolítið að færa það í orð sem að við erum í uppnámi yfir og vildum lyfta þessu fram. Þetta tengdist líka messu sem var haldin í Gráuskirkju, sem var svokölluð reiðimessa, sem var svona tilnefnd að mæta því hvar við erum stödd og hvernig okkur líður hér og nú. Því okkur finnst líka mikilvægt að við vinnum með þessar tilfinningar og nýtum þær til góðs á uppbyggilegan hátt. En við höfum ekki bara að segja já og amen eða... Nákvæmlega. Og þess að við líka vorum að benda á að það er mikilvægt að geta sett orð á hlutina eins og þeir eru. Mikilvægt að þekkja hvernig okkur líður og nefna staðinn sem við erum á, þótt að sé ekki góður staður og þótt við ætlum ekki að vera ánum alltaf. En leiðin frá reiði til sáttar er löng og það er ekki hægt að stytta sér leið. Við verðum að fara þessa leið og tala um hlutina og það er eins og þessi góða skýrsla bendir á og við tökum undir. Það er mikilvægt að við sem þjóð horfumst í augu við það sem að gerðist og það sem fór úrskeiðis og tökum einhvern veginn kúrsinn þaðan í leiðinni til uppbyggingar og betra samfélags. Það má kannski líka nefna í þessu sambandi að það sem og við bendum á það í pistlinum að eitt af því sem að má hafa áhyggjur af er doði og sinnuleysi. Að við megum eiginlega ekki enda á þeim stað í þessum aðstæðum sem við erum núna að okkur finnist eins og það sé ekki hægt að breyta neinu. Okkur finnist eins og við getum ekki byggt upp betra samfélag. Við höfum gengið í gegnum hamfarir hérna. Maður er svolítið verið að hugsa það núna vegna þess að nú búum við þær aðstæður að við höfum upplifað annars konar hamfarir. Það hafa verið náttúruhamfarir á Íslandi bara undanfarin mánuð og við höfum séð þá hvað við eigum ofboðslega flott kerfi. Við eigum viðbragðaáætlanir og sem sagt alls konar stofnanir í samfélaginu sem að grípa inn í og við treystum þeim og okkur líður vel. Við kunnum dálítið vel á þessa tegund af hamförum. Sérfræðingar á sínu stað, þeir kunna til verka. Hún vekur reyndar held ég að þessi eitt í því að það er að svona náttúruhamfarir eins og eldgos vekja við svolítið ágætar tilfinningar hjá Íslendingum. Ég meina við munum eftir Vestmannaeyjagosinu að mörgu leyti má held ég að segja að það sé ein fínasta stund íslenska lýðveldisins þegar Vestmannaeyingar voru fluttir upp á land og hýstir og klæddir. Og við sjáum kannski svipuðu leyti viðbrögðum við ástandinu undir Eyjafjöllum. Fólk flykkist í stuðningshópa og vill láta gott af sér leiða þar. En sko hliðstæðan við efnahagshamfarirnar er svo sláandi að þar einhvern veginn spyrjum við okkur hvar voru sérfræðingarnir, hvar er viðbragðaáætlunin, hvar eru björgunaraðgerðirnar og við finnum okkur ekki örugg. Og áskorunin er kannski svo að við hugsum það að við höfum kannski ekki brugðist algjörlega rétt við núna og okkur finnst við ekki vera á góðum stað. Áskorunin er svo að þetta leiði til einhvers konar breytinga og þetta leiði okkur á þann stað að við förum að treysta aftur. En þá er kannski spurningur það að menn gera eitthvað, að menn aðhafist, það tala ekki bara það sé komin tími til að breyta í alvörunni. Já, og hérna sko í þessu 8. bindi þá er aftur kemur fram þetta sko nauðsyn þess að styrkja
bara lýðræðið í þessu samfélagi og efla samfélagsvitundina og bæta samskipti og samskipta menninguna hérna. Og það svo margt sem maður má skrifa á að þessi hlutir hafi ekki verið í lagi, upplýst, umræða og aðgengi af upplýsingum og það er svona áfellisdómur yfir mörgu í okkar stjórnkerfi og embættismannakerfi hvað það varðar og þetta verður góði staðir til að byrja á. Já, við erum alltaf verið í því sem er kallað kunningjasamfélagið og alltaf einhvern veginn mikið hérna hlítir leikreglum kunningja, einhvers konar kunningja og klíkusamfélags. Já, og við höfum verið að hérna og maður sé líka þeirra undirliggjandi gagnrýni líka bara á það skortur á fagmennsku að einhverju leyti. Það má kannski taka líkingu. Við þurfum að breyta kunningasamfélaginu, því sem gerir samfélagið okkar að kunningasamfélag. Við þurfum að takast á við það og það má sjá fyrir sér 2 skref í þessu sambandi. Ef við notum samfélagshugtakið, við þurfum að stíga frá því að vera kunningasamfélag yfir það að vera réttlætis samfélag. Það sem allir njóta sannmælis og sanngirni að einhverju leyti. Og síðan þurfum við að stíga frá því enn eitt skref sem að skrefið yfir það að vera það sem getum kallað náungasamfélag, sem einkennist af því að ég læt alla njóta sannmælis og ég kem eiginlega fram í virkri umhyggju fyrir þeim. Það er ekki bara það að sem sagt, sá eða sú sem býr við hliðin á mér eða í næsta hverfi eða næsta bæjarfélagi fái það sem honum eða henni ber, heldur að ég geri það sem að ég get til þess að stuðla að því að við öll njótum þess besta. Það er eitt sem Páll Skúlason hefur vakið athygli á og það er þessi hugmynd sem við erum svo gegnumgangandi í þessu samfélagi lengi að ríkið sé mjög vont og allt sem tekist ríkinu og allt sem tekist því sem við eigum sameiginlegt sé einhvern veginn ómögulegt og það ég helst bara að taka það í sundur eins mikið og fljótt og hægt er. En eins og Páll bendir á þá er ríkið hugsanlega þau verðmæti sem við eigum saman, þetta var borgum við saman í þau og tökum saman úr þeim. Árni Bergmann. Við ætlum að tala saman sanngirni meðal annars. Já, það er hérna eitt af því sem að mér sýnist að hafi valdið þessari djúpu kreppu er einmitt að sumt af því sem að við töldum sanngjarnt, það einhvern veginn gliðnaði. Ekkert samfélag getur verið til án þess að svona lágmark samkomulag það hvernig valdið er beitt og hvernig tekjuskipting og skipting lífsgæða er. Og það er eitt sem maður heggur eftir þegar maður skoðar hennar feril og það er það hver rækilega var hamast gegn fortíðinni að búa til visst söguleysi menn töluðu það Ísland sem var fyrir daga þessar útrásarallar eins og það hefur verið fátækt, einangrað og mjög ófrjálst samfélag sem enginn mátti neitt og allt þetta þessu og meðfylgdi mikla formálningar í garð ríkisins og stjórnmálamann yfirleitt og svo framvegis. Og síðan ef maður skoðar þetta þá var eiginlega unnið mjög markvisst að því að grafa undan þessu en með það sem var hérna í sanngirni þessa þjóðfélag sem var ákveðin jafnaðarkrafa sem er mjög sérkennleg vegna þess að maður sem á mínum aldri sem hefur alveg upp í einu af þessum sjávarplássum Íslands hann vissi það að það var sama hvort verkakallarnir og sjóherrarnir kysu Komma eða Krata eða Ólaf Thors. Þeir voru allir nokkuð sammála það að leið og var farið að tala tvöfalt verkamannakaup eða hvað þá þrefalt eða fjórfalt þá var eitthvað í gangi sem ekki ætti að vera. Þetta var auðvitað byggt á vissu sakleysi menn vissi náttúrulega ekki hvernig þetta var í raun og veru þessi skipting, en þetta viðmið, menn höfðu þetta viðmið sem skapast bara við aflaskipti á sjó, og það var síðan unnið mjög markvisst að því, bæði að nýða ríkið, eins og Páll Skúlason er að tala það mátti helst ekki gera neitt, það er þetta, þá ertu að taka þessa stefnu sem að viðskiptaráð og fleiri mótuðu, flytjum okkur frá Norðurlöndum og við til Bandaríkjanna, og í Bandaríkjunum var þá ríkjandi við þá þetta frá Bush, að ríkisstjórnin er ekki lausn á vandamálum, hún er vandamáli sjálf, hún er vandi sjálfur. Og leið var farið að sækja mjög rækilega inn í það bandarísku sáttfýsi við mikinn ójöfnuð sem
sem tók einmitt á harða sprett á þessum árum. En þetta er mjög athyglisvert þetta að þessi lýsing á Ísland, og þetta er náttúrulega partur af því að það er verið að búa til ákveðna sögu Ísland. Að hér hafi allt verið bara í frosti og skelfilegt og í rauninni kreppa fram til 1991 og þetta las maður í greinum eftir í Wall Street Journal fyrir daga Davíðs þá var bara allt ömurlegt Davíð var svona eins og sólkonungur sem breytir öll ástandinu og En þetta var alveg skikkanlegt samfélag Þetta var mjög skikkanlegt samfélag og það alveg fáránlegt að lesa þessar lýsingar fyrir mann sem alveg upp í því og við fórum út allan heim og við höfum meira málfrelsi heldur en seinna varð og það sem eitt af því sem gerðist þegar var verið að rífa niður þessar hugmyndir og lágmarkssanngirni sem voru í gangi í þjóðfélaginu var það að það sameinast allir í einn málflutning stjórnmálin, viðskiptalífið og fjölmiðlarnir og þeir sem andæfa hvort sem það er út frá svona borgaralegum viðhorfum heiðarleika og löghlýðni eða frá kristni sjónarmiðum sem menn veit að Mammon er viðsjárverður kall eða frá hugmyndum sósíalista sem hafa ekki glemt alveg jafnaðarkröfunum og þar með kröfunum að ríki sé einhvers megnugt að þá er þessu hent fyrir róða og þetta verður gerðsvægt óvereflega etja ég held að það sé ekki nema sanngjarnt að gera mikinn mun á stórsekt eins og þessari fjármálafursta á meðsekt stjórnmálamanna og fjölmiðla og svo hegðun tiltölulega saklaus almennings sem fær ekkert annað að vita og engar aðrar upplýsingar heldur en allt sé í besta lagi í skásta hlutaheims sem er þá Ísland og þannig að þetta leggst alltaf eitt og þegar síðan kemur núna að því að menn aðeins farin að yðrast, þá finnst mér einna merkilegast af því öllu sem kemur frá stjórnmálamönnum. Það var þegar Bjarni Benediktsson sagði að Sjálfstæðisflokkurinn bæri ábyrgð á því að afhenda pólitísk völd bönkunum, taka valdið frá stjórnmálunum og færa yfir. Og mér fannst þetta mjög merkilegt vegna þess að þetta er svona eitthvað sem ég var alltaf að tanglast á sjálfur þegar ég var að skrifa pistla á þetta. Og nú er þetta orðin opinber, nánast viðurkenndur sannleikur. Hvað með iðrunina? Þegar byrjar iðrunarsöngurinn í pólitík í viðskiptalífinu? Það er góðra gjalda vert auðvitað. En hún er náttúrulega hálfvolg eins og allir vita. Það er ekki mjög djörf sjálfsgagnrýni að tala hvað heitir andvaraleysi Framsóknarflokksins andvaraleysi, það er nú afskaplega fallegt orð en það sem er þó kannski eftirtekt að verða, það er að sjá þróunin á yfirlýsingu þeirra sem eru nú stærstir í þessu fjármálagaurarnir þeir hafa í hálftan ár frá hruni haldið mjög fast við það að það sem þeir gerðu hafi verið bæði eðlilegt og löglegt eðlilegt og þá eiga við það að það voru allir ekki það sama sem er rétt en það er ekki verið eðlilegt fyrir því. Það sem er dottið út úr yfirlýsingu þeirra sem menn er rýn í núna er það að orðið eðlilegt er horfið. Það er horfið. Orðið eðlilegt er horfið. Þetta var ekki eðlilegt. Þeir komist aldrei áður fyrir komist þeir aldrei lengur en að segja já við fórum fram úr sjálfum okkur kannski. Þannig að þetta var bara sektin var einhver æðbunugangur. En núna er með þá komið á þennan punkt að þeir eðlilega er horfið en þeir halda fast við að þetta sé löglegt. Og það getur verið upp á vissir bölsinni því að það vísar á það að það verði mikill lögfræðilegur slagur. Að það verði allir þeir peningar sem eftir eru verið virkjaði til þess að sýna fram á að þetta hafi þrátt fyrir allt verið löglegt. Sleppi gegnum götótta löggjöf. En maður talar iðrun en mann finnst þetta ekkert óbúslega
sko ekki mikið svona hugrekki í þessari iðrun því að sko iðrun er náttúrulega að vera einlæg og svona þannig svolítið verið að gefa eftir bara við erum að fara úr þessu skjóli í næsta skjól og við gætum alveg horfað í það þriðja mjög vel tímasett líka þessi iðrun og eins og þú segir sko iðrun hún á sér ekki stað í tómarúmi heldur partur á þessari löngu leið sem við töluðum og iðrun fylgir ábyrgð og það að fólk sjái að sá sem iðrast sko axli þessa ábyrgð og þar með bent á það í þessu 8. hefti að það bara nauðsynlegur lærdómur og forsendur þess að við getum haldið áfram það að ákveðna einstaklingar sæti ábyrgð. Ég held að skipti líka máli í þessu sambandi eins og þú varst að benda á Árni að sko afsökunarbeiðnin þarf svolítið að vera án fyrirvara. Ég held að séum stödd á þannig stað að sem sagt, þegar við lesum eða heyrum eða sjáum einhvern biðjast afsökunar og við fáum svona einlægt upphaf og svo kemur þá hættum við að hlusta vegna þess að við erum ekki það er svolítið sko þegar afsökunarbeiðnin sem að reynir að víkja sér undan líka eða benda á einhverju aðra hún virkar bara ekki hún virkar ekki heil, hún virkar ekki sönn og þær hafa líka sko svolítið dregið fram ákveðna siðferðisvitund almennings og þjóðarinnar einhvern veginn að sko þegar allt kemur til alls þá þekkjum við einlægni sko frá hinnu og það er svolítið gott og hérna En þetta ekki samt erfitt ástand að lifa það er svo mikið vantraust í samfélaginu og þjóð sem full af vantraust í langan tíma og reiði við erum ekki kannski að fara að horfa á þjóðfélagsbyltingu hérna en þetta einhvern veginn eitthvað sem síður og ólgar. Já, þá kemur að því sem að menn geti kannski gert og menn eru náttúrulega að tala siðvæðingu og það verður að vera einhvers svona siðvæðing en hún tekur langan tíma. Sem við tala nýtt lýðveldi með nýri stjórnarskrá, það ágætt hugmynd, það tekur líka sinn tíma. Þannig að það sem næst á dagskrá, það hlýtur að vera því miður eitthvað lögfræðilegt. Eitthvað tengt því að ekki bara að fylgja eftir þeim lögum sem verður til með aðstoð Evu Jolie og annarra slíkra, heldur líka að byrja strax á því að búa til mjög öflug nýlög sem setja sem ákvarða mjög skýrt hvað það sem menn mega ekki gera og hvað menn verða að gera í sambandi við eigin fé og allt mögulegt og þetta er mjög nauðsynlegt að taka þennan lögfræðilega slag núna af því að sko þetta ef maður horfir til annarra landa þá fyllist maður bölsýni að þessu leyti ég leit fyrir skömmu yfir mikla úttekt í Spiegel það sem gerst hafi í Þýskalandi og hún frá því í nóvember og það segir sem svo að sko hvort sem það í Englandi eða Þýskalandi þessi bankamenn sem búið að bjarga með milljörðum þeir eru byrjaðir á öllu aftur þeir reka þetta allt saman á sem stórhættulegu bónusum Goldman Sachs kemur í kirkju í London sem verður að tala viðskiptasiðferði kemur forseti og segir það ekkert með drengir það ekki ósiðlegt að gefa þessa stóru bónusa og þjóðfélagi verður að sætta sig við þennan ójöfnuð og það er þessi ósanngirni sem verður að kveða niður með samstilltu átt ekki gagnrýnar hugsuna sem fær eitthvað svigrúm því að hún hefur verið hunsuð og svo bara laga setningar skítabeksið að byrja aftur alveg eins og það en það er náttúrulega merkilt að sjá til þess það sem að gerast í Bretlandi þar hugsanlega einhver uppreisn í gangi sem felst í því að fólk ætlar að hætta allavega hugsanlega að fara að kjósa þennan þriðja flokk sem aldrei verið tekið neitt mark á og innan raða hans eru menn sem hafa gagnrýnt fjármálakerfið mjög harðarlega. En það sem við gætum haft möguleika á núna það að einu leyti erum við aðeins betur settir heldur en kannski Þjóðverjar eða Bretar í samvættu við löggjöf og annars þar. Það er það að hjá þeim héldu bankarnir velli, þetta eru sömu mennirnir en hjá okkur hrundu þeir alveg. Og þannig að þeir eru kannski þeir sem eru stærstir í þessari vitleysu þeir eru dæmdir hálfpartinn til að vera utan við þótt að við vitum náttúrulega ekki hvað þeir eru að gera bak við tjöldin. Nei, ég ætla að gera smá hlé og fá einn þáttakanda hér í viðbót með okkur.
Sæll þú Bjarni Harðarson. Sko, mér telst svo til að í seinni tíma á Íslandi sést þú eini þingmaðurinn sem hefur í rauninni sagt af þér. Sem sagt, menn að segja af sér núna þingmennsku, en það tímabundið. Menn að taka sér frí. Ja, menn hafa ekki sagt af sér. Menn að taka sér launalaust frí, þó að þeir segist, þó að þetta sé að nota þetta hugtak. Sko, og ég man nú eftir því að þetta bar nú nokkuð brátt að í mínu tilviki, og þá voru allmargir af mínum nánustu vinnum og flokksfélögum sem einmitt lögðu að mér að fara einhverja leið eins og þessa. Og ekki bara flokksfélögum, menn hinnur og þessir, síminn var nú nokkuð glóandi. En ég var nú nokkuð fljótt búinn að taka þá ákvörðun að þetta væri það eina sem væri rétt að gera, og ég lít svo á að ég hafi brotið af mér. Og mér var ekkert óljúft að gera þetta svona. Ég var nú svo sem orðin mjög gagnrýnin á þennan flokk sem ég tilheyrði á þeim tíma. Og ég held að þetta hefur verið fyrir sjálfan mig afskaplega mikilvægt að fara þessa leið. Já. Og ég ímynda mér að það fólk sem núna í umræðunni, og ég ætla ekki að fara tíund og það einn frekar en annan, að það eigi ekkert mjög góða daga og hafi í rauninni ekki átt í meir en ár. Já. Því að sko allt það sem að allar þær ásakanir sem hafa komið fram hegðun þess og það sem það tekið þátt í, fyrir því þetta engin ný tíðindi. Fyrir því var þetta augljóst við fall bankana. Já. Og leið og í rauninni, segjum kannski fram að því hafa þau gengið í ákveðinni blindni, en á þeim tíma þegar bankarnir falla, þegar við áttum okkur á því að bankarnir voru aldrei seldir, heldur voru þeir gefnir, að þetta voru í rauninni alltaf því svona krímínal atburður sem hefur átt sér stað, enda bitnuðu þeir á þjóðinni með þeim þunga. Einkavæðingin, já, öll einkavæðingin og allt sem kom þá eftir. Ég meina hún hafi verið glæpsamleg. Ég meina hún hafi verið allavega glabræði, já, og svona, ég held að, sko, þetta hafi verið slíkt glabræði, það með ég jafnvel nota orðið glæpsamleg. Að þetta fólk hefur vitað þetta það lengi, að ég svo skildi það að þráast við núna, vegna það er svo allt og seint. Já. Það er svo allt og seint að segja af sér og ná einhverju sátt við sjálfan sig og sátt við af hverju sína þjóð. Af hverju svona erfitt að hverfa af þessum starfsmenn? Ég veit það ekki. Þú var að spyrja aðra því. Mér fannst það ekkert svona voðalega erfitt. Mér hefur liðið afskaplega vel síðan þá og meira að segja ég fékk tækifæri allt í einu átti ég sem ég mann og ég ekki til að átt í mínu lífi áður allt í einu átti ég nokkra lausa vikur sem var þessi skrifaði bók sem að við lengi langa til að gera og mér hefur fundist sko margt mjög skemmtilegt en auðvitað það alltaf ákveðin ósigur. Það er ákveðin ósigur að vera að standa upp og segja af sig en það sko það eitt af sko í eðli okkar Íslendinga það að þú megir aldrei játa því sigraða. Nei. Þú mátt aldrei sko standa upp og segja, nei, ég hef rangt fyrir mér. Já, fyrir gefið því. Ég gerði rangt. Og þetta svona hluti, ég held nefnilega til að skilja sko, það sem gerðist, þá þurfum við að kafa svolítið í íslensku þjóðarsáluna og við þurfum að átta okkur á því til dæmis, nú er ég sveitamaður eins og veist Egill, og afskaplega hrifin af mjög mörgu í sko fari okkar sko þjóðar sem sveitamanna. Já. En eitt af því sem sko skeinuhættast samt fyrir hana þessi sjálfdæmishyggja. Já. Og út frá að því við erum svo upptekin af sjálfdæmishyggjunni, þeir koma nú aðeins inn á því í skýrslunni, mér hefði fundist að þeir mætti í rauninni taka það enn meira fyrir. Ég náttúrulega ekki búin að lesa hann alla, þannig að það getur vel verið að sé eitthvað staðar í henni. En ég held semst að sjálfdæmishyggjan, þetta að segja, ég kóngur í heiminum. Ekkert á Íslandi, ekkert heima hjá mér. Ég er bara kóngurinn. Og þetta viðhorf sem er mjög eðlilegt að menn hafi þróað með sér hérna þar sem menn bjuggu ekki í þorpum. Menn bjuggu á einstöku sveitabæ og urðu að lifa eftir svona reglum. Og þetta skapaði mjög mikinn kraft og mjög margt af því fallegast og skemmtilegast sem við eigum í íslensku þjóð frá þessu. En líka þegar saman fyrir sjálfdæmishyggja og eitthvað laissez-faire stefna í stjórnmálum. En hvað segir? Þú segir, því miður eignaðist Bjartur í sumarhúsum fullt af peningum. Já, þetta er svo hérna. En segðu þér hérna, sko nú þrýstingur á dálítinn hóp af þingmönnum að segja af sér. Já. Hvað finnst þér að fyrir að gera, Bjarni?
Ég kann ekki ráðleggja þeim. Eins og ég sagði áðan, mér finnst að þeir hefðu átt að segja af sig fyrir löngu og úr því þeir gerðu það ekki, þá kann ég ekki ráðleggja þeim. Þá eru þeir laskaðir. Þeir eru það laskaðir og þetta þá kannski ekki við þingmenn sem að gagnrýnin að koma fram á fyrst núna, en það ákveðin hópur þarna sem gagnrýnin hefur algjörlega legið fyrir að þeir voru í kúlulánabísnesnum, voru í stjórnum einhverja sjóða sem gerðu mjög vafasama hluti og þó að við séum að fá það staðfest núna með skýrslunni hvernig þessi vafasama hluti voru, hvernig þeim var háttað, þá vissu þessir þingmenn það allan tíma. Og þess vegna, þeir eru að taka ákvörðun út frá sinni vitneskju. Núna eru þeir ekki að segja af sér, núna eru þeir að láta henda sér út og mér finnst langt líklegast að það endi með því að þeim verði með einhverjum hætti. Mér heyrist svona skilaboðum innan þessara flokka með þessi Sjálfstæðisflokksins að formaðurinn þar, hann sé farin að reyna svona að senda svona einhver dulinn skilaboð sem verða ekki til að gera þeim þetta auðveldara. Nú hann sjálfur nú, ég veit það ekki. Ég ætla ekki að koma hérna til að fara að segja eins og Margrét Tryggvadóttir telja upp hverjir eigi að segja af sér. Mér finnst það að vera svolítið, þetta náttúrulega verður hver og einn ákveð. En það er náttúrulega þessi styrkir sem að menn eru að þykja frá bönkurum og þetta eru bara stóra. Það eru stóra styrki? Nei, ég fékk styrk frá þeim bankamanni sem ég hafði nú á þeim tíma hvað mest að mætur á og hef svona spjallað við, ég segi nú ekki við sjöngkunningar, ég hef spjallað við hann nokkru sinnum og hafði alltaf svona góða tilfinningu fyrir. Það var Björgólfur Guðmundsson. Það var nú ekki hásstyrkur en hann styrkti mig 200.000 í prófkjörslag og mér fannst þetta mjög erfitt svo seinna þegar kom upp á fall bankana. Þá fannst mér að mörgu leyti erfiðast að fjalla því þú veist að ég er nú aldrei óskrifandi og það var alltaf að vera að tjá mig alla hluti að fjalla Landsbankann og hann en ég kannski líka hlífði honum þessuna enn síður heldur en Mér finnst það mjög vel mælt hjá Bjarna og einmitt sýnir svolítið mikið hvað þrátt fyrir allt pólskipti sem hafa orðið í samfélaginu í því að fólki sem var á stalli sem við einhvern veginn litum upp til og voru leiðtogar í samfélaginu bæði í viðskiptalífinu og í stjórnmálunum þau eru þar ekki lengur. Nei. Og það er ekki deilt. Já. Og þetta laskar auðvitað, það að, eins og þú bendir á, að þeir sem að þau vissu það sjálf. Þau vissu sjálf hvað þau höfðu gert. Og ef það þarf að benda þeim á það, núna, þá eiginlega setur þau ennþá meira niður við það. Ég held að þessi afneitun sem að þú ert að í rauninni koma inn á Bjarni, hún sé ákveðlega mikið tengd þessum part afneiturinnar, sko. Þetta var, mér veit ekki hvað, við höfum oft heyrt setningu sem svona. Þetta var eðlilegt miðað við það ástand sem þá var. Miðað við þann tíma. Og miðað við þann tíma. Og þarna innan þessa ramma hafa menn verið að fela sig. Ég ætla að þakka ykkur fyrir að koma í þáttinn. Nú ætla ég aðeins að tala orkumál og lífeyrissjóði. Það er svona færum staðis nær hérna svona hittamálum sem eru. Lífeyrissjóðirnir eru í hérna eru fyrir miklu gagnrýni þessa dagana og svo er náttúrulega loksins búið að birta orkuverðið til sem alveg borga til Landsvirkjunar. Það er merkilegt mál. Takk fyrir að koma. Takk.